Stílhrein skandinavísk hönnun fyrir jólin. Þátturinn í boði Djós. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Það komið 17. desember, þetta síðasti þáttur fyrir jól, þess vegna maður orðinn jólalegur og komin í jólaskapið. Í þættinum í dag ætla ég að fjalla júdó og kvenna körfubolta. Byrjum á júdó, hérna til mín komið einn efnilegasta júdómann landsins. Alexander, velkomin. Hæ, takk fyrir. Hún aðeins að segja okkur frá júdóinu. Júdóið sport sem kannski ekki að fá jafn mikið áhorf og UFC eða aðrar bardagagreinar. Hvernig að vera júdókappi? Það bara mjög gaman sko, ég elska þessi íþrótt. Það bara... En hún töluvert frábrugðin frá þessum bardagaíþróttum sem kannski að fá mikið áhorf, eins og til dæmis UFC. Þar blóðið og höggin, 2 menn í búri. Júdóið, þetta miklu teknískar íþrótt. Já, minna ofbeldi, meiri tækni og það það sem ég elska við þetta. Hvenær byrjar að æfa júdó? Ég byrjaði 4 ára, þannig að ég er búinn að vera að æfa núna í 14 ár. Og maður alltaf lærir eitthvað nýtt. Og þú byrjar hérna 4 ára gamall. Að æfa íþrótt þar sem maður að slást, það hlýtur nú að vera dálítið skemmtilegt. Það var bara, ég hef alltaf elskað þetta sko. Það adrenalíni við þetta. Og þannig að bara, ég fæ eitthvað út úr þessu. En hvernig það svona þegar maður að æfa eitthvað, þar sem maður að æfa kannski ekki slagsmál en það sem maður að taka á öðrum og svo fyrir því í skólan, þú mátt ekki beita þessu neitt þar. Hefur þetta gert því svona rólegri og yfirvegari í skólanum og utan við júdósalinn? Já, algjörlega sko. Ég held að allir vinir minni að vera sammála því sko. En það hefur gengið mjög vel á árinu hjá þér núna. Ef þú horfir svona yfir árið, hvað stendur upp úr? Þetta búinn að vera bara nokkuð gott ár hjá mér. Kannski ekki alveg allt gott á síðast ár. Þannig að ég meiddist fyrir árinu en það sem stóð upp úr líklegast þegar ég tók Evróputúrinn í sumar. Keppti þá á 2 European Cup mótum. En það það helsta. Svo vann ég til verðlauna á alþjóðlegu móti í Svíþjóð og fekk nú KEA-styrkinn hérna daginn. Þannig að það alltaf mjög gaman. Já. Gengur ekki alveg vel en samt telur hérna upp fullt af mótum og það hefur verið margt að vera hjá þér á árinu. Hvernig að fara á sig mót úti og keppa? Hvernig umgjörðin? Þetta náttúrulega allt öðruvísi en í Íslandi, mjög stærra og náttúrulega meira stress í kringum þetta en það bara ennþá skemmtilegra. Og ef þú horfir á næsta ár, ef við leyfum okkur að horfa aðeins fram í tímann, hvernig lítur það út? Hver markmiðin? Næsta ár það verður frábært ár hjá mér, ég finn það núna. Þannig að þetta byrjar snemma. Ég fekk nú bara í gær skilaboð að ég væri að fara í janúar í 8 daga æfingabúðir í Austurríki. Það sko, þetta í European Training Camp, þannig að það komum bara bestu júdómenn frá Evrópu að æfa saman í 8 daga, þannig að það verður mjög góð æfing. Svo keppi ég á RIG, eða Reykjavík International Games, í lok janúar, minnum að það sé. Svo ég að fara til Danmerkur á alþjóðlegt mót í febrúar og Svíþjóð í maí og Norðurlandamóti í Finnlandi í maí held ég líka. Svo tek ég líklegast Evróputúr sumarið, tek kannski 3-4 mót European Cup þar og svo stefni ég líka á smáþjóðleikana. Þannig að þú veist, eins og þessu stíi, þetta afreksstíið, þetta mikil vinna, þetta gríðarlega skemmtilegt og mörg tækifæri, þú ert að ferðast út allt. Já, þetta ekkert smá skemmtilegt sko. En þú ferð aðeins yfir æfingarnar, þetta kemur ekkert að sjálfu sér? Nei, alls ekki. Það júdóæfingar alla virka daga kvöldin. Svo fer ég alla virka daga og á laugardögum í ræktina annaðhvort fyrir eða eftir skóla, þannig að það nóg að gera. Já, það hlýtur að vera. Þú þarft að geta tekið á fullasta manni og sveiflað honum til, þannig að þetta gríðarlega mikill styrkur sem þú þarft í þetta. Já, algjörlega. Það styrkur og úthald og þol og það þetta bara góð líkamsrækt, þannig að allir ættu að prófa þetta. Ég mæli virkilega með þessu. Þetta líka mjög teknísk íþrótt og fyrir okkur sem að horfum á þetta, það getur þetta alltaf erfitt að skilja það sem að gerast. Já, algjörlega. Það það alltaf að vera að einfalda reglurnar í júdó. Það svolítið óþægilegt sko, en það verið að reyna að gera þetta þægilegra fyrir áhorfendur að skilja. Af því eins og þarna
sigurvegarinn, það er sá sem fær flest stig, það er ekki sá sem er rotaður og liggur í blóðpolli eins og í UFC. Já, einmitt. Það er kannski aðeins ómerkilegra. Já, en samt, þetta er svona bara öðruvísi íþrótt. Já, algjörlega. En gerist það einhvern tímann? Hefurðu rotað andstæðing? Ég reyndar hef rotað einn andstæðing. Það var í Wales og þá sótti ég inn í bragð og ég einhvern veginn kastaði hann fast og lenti hann á hnakkanum og hann bara rotaðist. Það var, mjög sjaldgæft sem það gerist. En júdóið, þetta er íþrótt sem maður sér hérna helst kannski eins og á Ólympíulaukunum, en þetta hefur aðeins verið að færast í aukana og það hefur verið sýnt frá móti eins og bara til dæmis hjá KA-TV og það hlýtur að stuðla því að þetta verði vinsælla. Já, algjörlega. Það var nú sýnt frá vormótinu í ár og svo ætlum við að halda mótminnum í mars á næsta ári og reynum svo að halda bara fleiri mót sem við getum sýnt í sjónvarpinu til að fá fleiri áhorf. Ólympíuleikarnir, það hlýtur að vera stefnan? Já, það er markmiðið. Hvenær er það raunhæft að stefna á það? Ég reyni að stefna á 2024 segi ég. 24, já. Kannski frekar. Já. 2020 er kannski aðeins svo snemmt, ennþá í úlingaflokki. Já, aðeins svo snemmt held ég. En UFC-ið, nú verði ég að spyrja þig, það er áhorfendasportið í dag, vinsælt. Er það eitthvað sem heillar þig? Ég hef mikinn áhuga á því og horfi á flest bardagakvöld en ég get ekki séð að ég fari það allan að núna sko. En maður veit aldrei svo sem. Nei, það kannski heillar þig ekki. Þetta er náttúrulega, allt öðru vísi. Þetta er blanda af alls konar bardaíþróttum á meðan að júdóið er svona bara meira í sínu. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega bara allt önnur íþrótt í rauninni. En þetta er samt íþrótt? Já. Hvernig, ef þú horfir á árið og þennan árangur núna, sérðu fram á að geta bætti mikið á næsta ári? Já, algjörlega sko. Ég ætla að taka stórt skref upp á næsta ári og bara að gera betur í öllu sem ég er búinn að gera. Ná ennþá leikara. Og þú nefnir þennan styrk sem þú færið hjá KEA, þetta hjálpar allt saman? Já, allir svona styrki hjálpa bara gríðarlega sko. Og núna er júdódeildin, hún var í KA-heimilinu, hún fer aðeins út úr KA og kemur aftur undir KA. Er það styrkur heldur þú? Já, algjörlega sko. Ég er ekkert eðlilega sáttur að vera komin aftur í KA. Þetta er bara allt annað sko. Og gerir félagið meira svona íþróttafélagi að vera með fleiri undir greinar? Já, algjörlega sko. Það er bara mjög betra. En fyrir okkur sem eru að horfa á júdóið, hvað er það sem við eigum að vera að horfa helst á ef við erum að horfa á júdókeppni? Í hvað eigum við að vera að horfa? Það er svo margt sem maður er að fylgjast með á stundum tíma sko, en þetta sem virkar þannig að til að vinna þá ertu annarkvort að kasta einstaklingi eða ná honum í lás, armlás eða hengingu, þannig að það er að gefast upp. Og köstin þá farið annarkvort vasari eða ippon og það er annarkvort ippon er sem sagt ef þú lendir alveg á bakinu og vasari ef þetta er hálfgert á bakinu, ekki alveg. Og þú getur unnið bara með stigum ef þú nærði ekki að kasta honum alveg eða hengja hann að læsa. Þannig að fyrir okkur sem kannski þurfum ekki allt þetta blóð úr UFC-inu, þá kannski gefum við júdóinu séns næst þegar við erum að horfa á. Já, ég mæli virkilega með því. Takk kærlega fyrir spjallið, Alexander. Við kíkjum aðeins yfir í auglýsingar. Jólagjafirnar og fötin færðu hjá okkur. Þátturinn er í boði Jóðum Jóð.